Hann hlaut nú áðan viðurkenningu fyrir afburða árangur í námi. Hann hefur tekið upp nafnið Halldór og þýtt fjölda íslenskra skáldverka á kínversku. Berghildur Erla hitt hann. Vinafélag Árnastofnunar veitti í dag í fyrsta skipti 2 afburðanemendum í íslenskum fræðum viðurkenningar fyrir árangur í námi og vill þannig undirstrika mikilvægi þess að nám í íslenskum fræðum sé eftirsóknarvert og rannsóknir nauðsynlegar. Ásbjörg Benediktsdóttir hlaut verðlaun fyrir árangur í íslenskri málfræði og hinn kínverski Halldór sem hefur búið hér á landi í 4 ár fyrir námsárangur í íslenskum bókmenntum. Hvaðan kemur þessi áhugi á íslensku og þetta nú svona svolítið langt í burtu? Já, þetta kannski fyrst og fremst áhugi á menningu, tungumálum og bókmenntum. Íslenska bókmenntir eða íslensk menning auðvitað bara hluti af mörgum svona margslunginni menningu hérna heim. Formaður Vinafélags Árnastofnunar segir þennan árangur Halldórs merkilegan. Kemur hérna til þess að læra íslensku sem annað tungumál, fer síðan í bókmenntir sem náttúrulega mjög flókið á öðru tungumáli en manns eigin. Þannig að þetta ótrúlega skemmtilegt og síðan hefur hann náð afburða árangri. Og Halldór sem stefnir á doktorsnám í íslensku þakklátur fyrir viðurkenninguna í dag. Ég bara verð að segja að ég bjóst ekki við þessu. Þetta bara kom mér aldrei á óvart. En ég bara mjög þakklátur og ég segi bara takk.